Hérna erum við sko komið með alvöru bíl. Þetta er Dacia Jogger. Hann er splungun í frá BL. Þessi bíl er framleiddur í Rúmeníu og hann er náskyldur Renault, þessi litli fákur. Ef við skoðum aðeins þennan bíl, þá sjáum við að hann er tiltölulega langur miðað við svona venjulegan fólksbíl, en þetta er svona það sem við köllum, já, ég myndi segja stationbíl, en ekki neitt svona jepplingur, crosslingur eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara framdrifs stationbíl og hann er 7 sæta. Það komast 7 í sæti í þessum bíl og það er sko ekki þröngt neitt farþega eða ökumann. Hérna, þessi típa sem við erum með hérna er komforttýpa og hann er svona aðeins betur búinn heldur en ódýrari típa sem heitir Essential, og þessi bílar eru á alveg hrikalega góðu verði. Við erum að tala um að þessi bíl hann er að kosta rétt tæpar 4 og rétt rúmlega 4 milljónir. Essential típan er ódýrari gerðin og komfortbílinn er dýrari gerðin. Það er aðeins meir í honum, eins og til dæmis Apple CarPlay og Android Auto, sem að, já, er alveg ágætt, og það er líka aðeins meira svona skynjurum varðandi hérna í sambandi við árekstrarvörn og annað slíkt, og svo er bakkmyndavél í dýrari típunum og það er hægt að fá í hann allskyns aukadót. Við erum að tala um hjólafestingar, tengdamömmubox, hjólafestingar á toppi, hjólafestingar aftan á og ég veit ekki hvað og hvað. Nú, að auki er hægt að fá á bílinn dráttarveiðsli eða krók og þetta er alltaf hægt að fá hjá þeim í BL. Eitthvað neikvætt? Ekki ennþá. Kíkjum aðeins svona í vélarsalinn. Já, vertu rólegur, elsku kallinn minn. Má sjá. Hér undir erum við að tala um alvöru gamaldags bensínvél. Það er langt síðan að við höfum fengið að taka í svona venjulegan bíl, en hér oní er 1 lítra 3 sílindra vél sem að gefur 110 hestöfl og hún er að toga cirka 200 Nm. Það þýðir að hann er ekkert svakalega aflmikill í upptakinu. Við náttúrulega hefum ekki keyrt bílinn, ég og Gulli hérna, nema bara 2 í honum, en það jafngildir alveg heiltri vísitölufjölskyldu með okkar þyngd. Hérna ofan í erum við með þessa litlu sætu vél sem er í geiðanum að 5,7 lítrum á 100 og það er nú ekki mikið. Þannig að við erum komið hérna með mjög eyðslugranna bensínvél. Hún er enda lítil en hún gefur ágætis afl. Það er nú bara það. Ef við skoðum bílinn aðeins hérna á hlið, þá er svolítið svona spes útlit á honum. Ef við horfum hérna til dæmis, þá er hann bara svolítið ferkantaður og það gerir náttúrulega það að verkum að hérna aftur í 3. sætaröðinni, þar sem er pláss fyrir 2, geta fullorðnir setið. Það er það mikið pláss. Og hérna til dæmis, hérna er opnanlegur gluggi fyrir þá sem að sitja aftast í bílnum. Og ef við kíkjum aðeins hérna aftan á, þá hafa kannski hönnuðir Dacia verið að horfa á kannski Volvo myndband rétt áður en þeir fóru að hanna þennan bíl, því að þetta er alveg eins og Volvo XC90. En þetta er flott, þetta er gífurlega töff, finnst mér. Hér er pláss fyrir einhverjar svona handfangurs flugtöskur hérna. Þetta er 160 lítrar, segja Dacia menn. Og það er þessi sætaröð hérna sem er síðan að bara hreinlega fjarlægja úr bílnum. Þá ertu líka komin upp í sko 1800 lítra geymslurinn. Þetta er bara eins og sendibíl og það er að leggja hinn sætið niður og þá ertu komin með þetta gríðarlega space. Þetta er bara eins og lítill kassabíl. Mér langar svo að prófa að rífa þessi sæti úr. Það er mjög auðvelt. Ég ætla að reyna það. Ég hef ekki gert það áður. Prófum bara. Þá er þetta víst svona og svona og svona og svo er þetta að taka svona. Þetta er alveg skítlétt. Sjáðu hérna. Ég ætla ekki að rífa bílinn allan.
Þú veist, það á ekki að fara að sprauta hann eða neitt svoleiðis. En ég ætla aðeins að sýna ykkur bara plássið sem að verður við. Að taka þetta svona aðeins úr, sjáu þið. Þetta er plássið. Þetta eru cirka 700 lítrar hérna. Nú ætla ég að fara og leggja hin sæti niður líka. Þá þarf maður ekki að leigja sér eitt sendibíl, sko. Það er alveg á hreinu. Sko, setjum við hérna svona. Lyftum þessu upp hérna. Þá þarf þetta að fara alveg niður og svo lyftum við þessu svona. Sjáu þið. Ég skilji hvað ég á við, eða ekki? Þetta er hrikalega mikið pláss með ólíkindum alveg. Öryggisbeltið er að slást hérna utan í hurðina. Sjáu hérna getur maður bara sett þetta svona, sjáu þið. Sjáu, reynist ekki neitt. Það er svona litlir hérna hluti sem að skipta svolítið máli. Nú, ég þarf síðan að setja þetta aftur í. Það er nú kannski þrautinni þyngra fyrir mann eins og mig. Með þumalputt á öllum. Svolítið ágætt að vera og nú fara kannski 2-3 tíma í world class áður maður fyrir þetta. Þetta hérna, þetta er full size aftursæti. Sjáu þið bara, maður sest hérna. Það situr mjög hátt hérna aftur í. Samt er höfuðplássi alveg, þú veist, það er alveg yfir nóg höfuðpláss hérna. Fínt pláss hérna aftur í fyrir fæturnar. Há framsæti. Maður situr alveg, það er þrýst hérna stöðning alveg hérna undir hérna hnésbæturnar og bökin eru alveg þrælfín. Það er náttúrulega halda kannski ekkert sérlega vel við, þetta eru bara venjuleg bílsæti, það er ekki mikið stuðningur hérna við bakið. En yfirleitt eru nú kannski krakkar sem sita hérna aftur í. Og hér er 12 V tengi. Það er ekkert USB hér, sjáanlegt. Og svo er hérna öryggisbelti hérna. Það er reyndar 1,5 metra í burtu frá manni. Ég er hérna svona að velta. Þetta er fyrir þá sem að sitja hér. Svona fara þeir í samband við öryggisbelti. Þetta er spurning að farþegarnir þarna aftur í flækist ekki í öryggisbeltinu og fáið ekki hálsinn á sér. Ég held að það sé nú ekki mikil hætt á því. En hér er gott að sitja. Ég er alveg viss að Rúmenarnir er að nota þetta sem aðal leigubílinn þeirra í Rúmeníu. Ég kom einu sinni þangað og þeir notuðu pínu litla, hvað hétu aftur minnstu Dacia-urnar. Þeir notuðu þá fyrir leigubíla og þótti bara algjörlega nóg pláss í þessum pínu litlu byggingu. Nógu það. Mér langar aftur í aftast. Maður vildi alltaf sitja aftast í strætóinu í Englanda svo maður sæi fram ganginn. En sjáu þið hérna, maður tekur þetta svona niður hérna og svo lyftir maður því svona upp og fer hérna aftur í. Og sjáu hérna. Hérna er ég kominn. Vá, þetta er ekkert smá pláss hérna. Mér finnst þetta alveg, þetta er meiri háttar. Góðan daginn. Við erum að tala að þessi bíl sé á pari við konung sjösætarana, eins og við segjum, Ford Galaxy. Og svo er þetta að opna gluggann hérna fyrir aftursætisfarþegana. Ég meina þetta er fullvaxið sæti hérna aftur í. Maður færi bara vel hérna alla leið til Norður- og Akureyri. Það er ekkert að því að sitja hérna. Hér eru hérna glasahaldarar. Hérna er geymsluhólf. Hérna er 12 V tengi. Þú veist, það var hægt að setja sígarettukveikjara hérna á hausna. En við erum að tala að, þú veist, þetta er absúrt hvað er rosalega gott pláss hérna aftur í. Þetta er náttúrulega ódýr bíl.
Við erum að tala bíl sem að fekk ekki nema 2 stjörnur í Euro NCAP prófinu, en vitið út á hverju það er? Það er ekki vegna þess að það væsi eitthvað farþega og ökumann inn í bílnum, hann fær fullt úr stiga þar. Það er bara ekki þessi tækni sem í flestu nýju bílum í dag, eins og til dæmis myndavél og radar sem að skynjar umhverfið í kringum bílinn, eins og til dæmis það að vera með sjálfvirka bremsuaðstoð eða þá að það sé gangandi vegfarandi sem að gengur í veg fyrir bílinn eða hjólreiðamaður. Þannig að til þess einmitt ökumenn í bílum, að passa þetta. Já, það er ekkert að þessu. Svona. Og svona. Já, þá vorum við sest undir stýrið á þessum ljómandi fína Dacia Jogger. Hérna er 8 tómmu skjár sem að svona frekar einfaldur, en við erum að tala að hér sé Android Auto og Apple CarPlay í þessari típu, það er að segja komfort típunni. Það er reyndar ekki í ódýrari típunni. Nú, hér er síðan cruise control og hraðatakmarkari. Það er hægt að vera með voice control hérna og svo er hægt að letta hérna í stýrikerfinu, stilla það svona á til dæmis sjá hraðamælir og hita, vélarhita, tire pressure og já, það er þetta þrennt hérna. Skiptir akkurat engu máli í stóra samhenginu, en það sem skiptir hins vegar máli að hér er alveg nægilegt pláss hérna við stýrið. Það er fótapláss, það er gott að sitja í þessum sætum, þau halda kannski ekkert rosalega vel við hérna lærin á manni, en hérna þetta eru bara venjuleg bílsæti eins og við vorum hérna í den og ekki kvartaði maður yfir því á splunkunýjum bíl. Og það er loftkæling í þessum bíl og það eru þessi gömlu góðu takkar hérna sem er alltaf gaman að eiga við. Og stýrið er þannig úr garði gert að það er hægt að draga það hérna fram og ýta því aftur og upp og niður, sem er þrælþægilegt. Nú, hann er beinskiptur þessi bíl með 6 gíra kassa og þannig ekur maður þessum bíl þegar maður er að keyra með bílinn fullan af farangri og fólki. Maður þarf að keyra hann svolítið á gírónum vegna þess að hann er 11,2 sekúndur í 100 km/h. Þannig að við erum ekki að fara að keppa í kvartmíl á þessu eða einhverju slíku. Það er alveg á hreinu. Hins vegar þegar maður ekur bílnum og gefur honum inn, þá þarf að ýta á stíga á bensíngjöfina til þess að fá meira afl og skipta honum þá niður, þannig að hann togi meira. Og mér finnst það bara, ég er bara vanur því frá því í gamla daga, þá gerði maður það. Maður var ekkert að láta bíl snuða í 4. gír og segja hann fer ekkert áfram bara, hann fer ekkert áfram. Maður verður að nota gírana. Og ef við skoðum hérna á 50 hámark hérna, ég komin yfir það, þannig að ég ætla ekkert að vera ég legg mikla áherslu á það að gagnrýna ekki eitthvað aflleysi í þessum bíl, heldur það þarf að kunna keyra og það þarf að kunna keyra beinskiptan bíl og nota gírskiptinguna til þess að ná aflinu út úr vélinni og ná toginu. Og það er að gera þetta á mjög mjúkan og einfaldan máta. Kúplingin á henni tekur svolítið hátt, það er maður er smátíma að venjast í. Það er síðan hitt í sætum hérna, það er stillaleg miðstöð, hún er náttúrulega bara tölvustýrð hérna. Og það kemur kannski svolítið á óvart að það er ekki mikið veghljóð í þessum bíl. Það heyrist ekkert rosalega mikið inn í hana, því að maður hefði kannski haldið að þetta er ódýr og einfaldur bíl, að hann sé eitthvað minna hljóðeinangraður, en það er ekki.
inn í þessu eina sem við getum kannski fundið að hérna, þetta stingur svolítið í augu þegar maður að líta niður á mælaborðið. Þetta svona eins og það séu truflanir í sjónvarpi og horfa á þetta. Hérna allt svona frekar ódýrt efni hérna í hliðarspjöldum á mælaborðið. Þetta hart. Hérna sjálfvirkir rúðuuppalarar sem sagt fyrir framhjá og aftur í og þarf að stilla spegla og ekki nóg með það blindtornaviðvörun á þessum bíl sem alveg meiri háttar sniðugt fyrirbrigði og hjálpa manni mikið í umferðinni ef maður að skipta akrein og vill vita hvar bíll á blindapunktinum. Hérna síðan hægt að setja í samband USB og þá getur maður haft símann sinn hér til dæmis og það þetta gamla góða hérna sem svona ættar hérna einkenni Renault eða Renault. Það hérna, maður stillir útvarpi hérna í þessum stýriarmi hér. Þurrkurnar og ljósin, þetta allt við hendina. Stýrið á honum bara mjög þægilegt, hvorki of létt né þungt, alls ekki þungt og fjöðrunin á honum bara alveg ágætt. Ég ekki að segja hann svolítið mjúkur á vegi eða svona, hvað maður segja, ekki svagur. Hann aðeins leggst í beygjurnar enda þetta bíll með bara hefðbundin í fjöðrun og þetta svona eins og við köllum venjulegu fólksbíll og maður finnur aðeins fyrir því að öðru leyti hann ekki hastur eða neitt slíkt þegar maður fer ofan í ójöfnur. Fundum áðan að við keyrðum yfir hraðahindrun, við bara sáum hann ekki alveg nógu fljótt og hann var svolítið harður á henni. En svona bara almennt að þá bara fjöðrunin fín, ljómandi góð. Já, svona heildarniðurstaða með þennan bíl. Þetta ódýr fjölskyldubíll sem alveg fullur af plássi og fyrst og fremst hagkvæmur og Dacia, við vitum að það eru góðir bílar, þeir eru endingagóðir, þeir eru bílalítið og hann á frábæru verði. Við Gulli mælum með honum. Við skulum byrja aftur á þessu.